En eins og annarlega byrjum við á fréttum dagsins og það Karl Héðinn sem að segja okkur það. Hvað fréttum? Já, náttúrulega kannski helst þessi grein eða mér fannst að standa mest út og kannski stærsta málið að Þórður Snær skrifaði hvernig yfirheyrslurnar fóru fram á honum og þau fengu í hendurnar gögn sem sagt málsins frá lögreglunni og það mjög margt til að segja frá þar en við leyfum kannski öðrum miðlum að kafa dýpra í það en svo kom í ljós áðan að Aðalsteinn Kjartansson, einn þessara blaðamanna og blaðamaður á Stundinni, hann búinn að fela lögmanni sínum það að óska eftir því að Mannréttindadómstóll Evrópu skeri úr lögmæti aðgerða lögreglunar. Þannig að það eitthvað sem mun þróast. Það var í Kastljósaðan á RÚV. Já. Þar sem hann var meðal annars að tala ummæli Brynjars Níelssonar og Þórður skrifaði Bjarna Benediktsson. Þannig að þeir báðir stillir sér svolítið upp eins og þetta séu pólitískt mál. Þarna standi lykilflokkur ríkisstjórnarinnar með Samherja gegn blaðamönnunum sem eru að reyna að upplýsa syndir Samherja. Það virðist vera á allan í umræðinni í fjölmiðlum hefur verið að halda uppi ákveðnum punktum sem engin stoð fyrir, virðist vera í þessari lögreglurannsókn eins og að hefur verið eitrað fyrir Páli skipstjóra að samkvæmt mælingum frá spítölunum og þá ekkert sem gefur til kynna að honum hafi endilega verið eitrað. Það samt búið að halda þeim punktum. Það er ekki orðað þannig að það ekki hægt að sanna það og þar með verður enga líkur til þess að eitthvað verður dæmdur fyrir að eitra fyrir honum þess að það er ekki að sanna það. Eins og segir það að finnist ekki eitur í honum ekki endilega það að hafi ekki hægt eitur en það mun ekki vera hægt að sanna. Nei, það eitthvað sem búið að halda upp á lofti. En líka segir Þórður frá í greininni sem við mælum með að fólk lesi hann að segja frá því að lögreglan sem að yfirhæran að reyna að fá hann til þess að uppljóstra ákveðna heimildamenn og svona þannig að löggan í rauninni að reyna að fá hann til að brjóta lög sem stórfurðulegt. En í öðrum fréttum þá var endurupptöku dómstóllinn hefur synjað beiðni Erlu Bolladóttur endurupptöku á máli hennar vegna rangra sakargiftar í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Já, við fjöllum það hérna í gær. Fjöllum við Maríönnu Friðjónsdóttur sem stendur fyrir undirskriftasöfnun ef fólk vill styðja Erlu í þessu máli. Mér skilst að hún ætli líka að fara með Aðalsteini til Evrópu að leita réttlæti og þið getið farið inn á samstöðum.is og séð hvað þetta að skrifa undir. Þar eru fréttir af þessu máli. Ætli Mannréttindadómstóllinn sé að klástu íslensk mál í hlutfallslega miklu meira mæli? Já, miklu meira. Ég held að sé bara álíka mikið og bara öll hinn Norðurlöndin til saman. Við erum heimsmeistarar í málum fyrir það er bara þannig málið. Við erum líka með svo slæmt dómskerfi. Við erum líka með ótrúlega mörg mál þar sem að íslenska dómskerfi raunverulega tapar þarna úti. Þannig að það er bara staðnitt. Og kostnaðurinn gríðarlegur fyrir okkur íslensku skattgreiðendur. En það verður að búa við vont réttlæti. Já, algjörlega, tekur það En í öðrum fréttum það var eldröður dagur í Kauphöllinni. Það var eitthvað 3% lækkun á helstu félögum þar. Og líka íbúðaverð lækkaði núna í ágúst, það kom fram. Það lækkaði bara 0,4% og það er búið að hækka 20% á þessu ári bara, en núna þetta allan að virðist kannski vera að þetta sé að snúast við. Þannig að núna í fyrsta skipti þetta lækka síðan bara á þessu ári og síðan 2019 fyrir ekki. Mér finnst það að hlutabréf lækka ekki merkileg frétt raunverulega vegna þess að þegar vextir hækka það svona kenningi segir það, að þá fer fólk úr áhættusamari fjárfestingum, eins sem eru hlutabréfin, yfir í skuldabréfin, sem eru öruggari, þannig að það eru komin hærri vextir. Þannig að það er svona trend sem alls staðar í heiminum þegar að vextirnir hækka, að þá lækka hlutabréfin, eða þannig á það að gerast. En varðandi því þú nefndir lækkun húsnæðisverð, þá er ég með eitt graf sem ég langar að sýna. Já. Sem lækkun húsnæðisverð. Veit ég hvort að við finnum það. Nei, það er ekki þarna. Það er... Já, þetta er kannski eftir að ná því inn. Sýnst mér, það ekki. Nei, það var eftir að ná í það. Já, en þetta graf var að sýna hvernig hækkunin búin að vera alveg gríðarleg. Já, gera það. Vonum að það verið þetta að finna það. En í öðrum fréttum að þá nokkuð svakalegt að hann komin risastór halli virðist vera á rekstri málaflokks fatlaðs fólks í sveitarfélögunum. Fulltrúar sveitarfélaga landsins að vera að lýsa áhyggjum yfir þessu og þá var sem sagt málaflokkur fatlaðs fólks var færður frá ríki til sveitarfélaga 2011 en sveitarfélögin hafa ekki verið að ná endum saman í þessari þjónustu
og núna hefur Karl Björnsson sem framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga, hann segir að þau þurfi sem sagt sveitarfélögin að fá eitthvað rétt yfir 10 milljarða til að þau nái endum saman á þessari rekstrarhlið sem sagt fyrir fatlað fólk. Þetta er svona frétt sem er búin að vera lengi ákoma vegna þess að þegar að málaflokkurinn var fluttur til sveitarfélagana þá fylgdi ekki tekjur með. Þannig og þetta er í mörgu sem að ríkið hefur gert þetta við sveitarfélagin. Ég veit ekki hvað sveitarfélagin alltaf taka við þessu. Þau taka við málefnum aldraðra og þau taka við málefnum fatlaðra en það kemur ekki peningur á móti. Þannig að annarkvort keyra sveitarfélög sig í tap eða þau bara veit ekki lögbundna þjónustu. Og ríkið einhvern veginn kemst upp með þetta, þau samþykkja lög, svona þjónustan að vera og svona þjónustan að vera og sveitarfélögin að sjá það og hérna fáum við pening og það dugar bara fyrir 80% af því sem þarf að gera. Þetta er alveg hrikalegt, þannig að maður skilur ekki, okkur hefur ekki gert eitthvað í þessu. Jú, maður skilur nú svo sem alveg, eða bara sömu valdhafar en alltaf. En svo voru umræður í þinginu í dag þessa tillögu Samfylkingarinnar, Pírata og Viðreisnar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB og Ásdís og Logi tóku svolítið á þarna núna bara voru að rökræða þetta þarna fyrir utan þingið. Já. Þetta býst ekki við þetta að vera samþykkt. Það eru hins vegar allir þingmenn Viðreisnar, Samfylkingar og Pírata sem að standa að þessu. Ég held að sé ekki margir þingmenn þar fyrir utan sem að væru líklegir til að samþykkja þetta. Þetta kom eftir að Kristrún hafði verið í viðtali, var sömu helgina í viðtali bæði við Kjarnan og Stundina, þar sem hún talaði að kannski væri núna ekki málið að vera með þetta mál á oddinum. Og það var náttúrulega strax til þess að aðrir í flokknum brugðust ókvæða við. Og þetta er ákveðin vandi fyrir Samfylkinguna, því að þetta er mál sem að flokkur var eiginlega stofnar í kringum, að ganga í Evrópusambandið. 99 var kannski líkur á því að það yrði. Það var svona sveifla í Evrópu og svona hugmyndur að Evrópusambandið gæti eftir sér, það var eiginlega lógist að öll Evrópulönd myndi ganga þann inn, en það er ekki, eftir hrun er það bara alls ekki staðan. En hins vegar er ennþá margir inn í Samfylkingu sem að líta svo á að stjórnmálin séu fyrst og fremst að sama hvert vandamálið Evrópusambandið er lausnin. En það sem að Kristrún er að segja og mér finnst sem að hún er að segja er það að Samfylkingin ef hún ætlar að vaxa, þá verður hún að tala út fyrir þennan hóp, að tala fólk sem að vill bara aðgerð í húsnæðismálum, vill réttlátara skattkerfi, vill ýmsar svona breytingar sem eru svona klassískar sósíaldemókratískar kröfur. En leið og segir þetta er svona með hópinn, leið og einhver horfir út úr hópnum, að þá segja hinni sem er inn í hópnum að þú ert að svíkja það sem að við stöndum fyrir. Við verðum að fá Evrópusambandið aftur á dagskrá. Og þá neyðist sá sem ætlaði að tala út og fjölga þeim sem að gætu kosið flokkinn, að þá eru þannig að snúa sér að kórnum og messa þar að Evrópusambandið sé lausn. Þetta er dílemma Samfylkingarinnar eftir hrun og veldur því að hún getur ekki vaxið. Nú er Framsókn núna að taka yfir Samfylkinguna á miðjunni sem svona hálfgerður með svona sósíaldemókratískar áherslur að mörgu leyti. Leggja mikið upp úr svona mannúð og félagslegri uppbyggingu. Já, þau segja það allavega. Þau segja það er sækja á mið sem að Samfylkingin ætti að róa á. En meðan að ef það gengur ekki og þau verða að tala Evrópusambandið, þá eru þau bara fyrst og fremst að keppa fylgi við Viðreisn og þá eru þau kannski saman að bítast kannski 20% fylgi. En það getur verið skipt öllu máli fyrir þessa flokka. Það er betra að vera kannski með 11% heldur en ekkert. Já, akkurat. Það er spurðulegt. Kannski ekki, maður vonar að það fara aftur í rætunar frekar en að vera ómikið einbyttuð þetta er sérstaklega ef það kemst ekki í gegn að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu sem ætti náttúrulega að vera endanlega útlistunin á þessu eða ákvörðunin á þessu. Ég veit ekki hvort að grafið er fundið. Hérna kemur þetta. Ok, íbúð að vera lækkað 0,4% í ágúst. Jú, þetta sé merkilegt graf. Já, það er skott. Ég ætla þess að tíð.
Þetta reyndar, mér finnst þetta mjög merkilegt grafa. Þarna eru 3 línur. Rauða línan er kaupmáttur á Íslandi. Það sem að laun hafa hækkað, því þetta fer aðeins upp á við og sérstaklega eftir lífskjarasamninguna að hækkar kaupmáttur. En gula línan er verð á húsnæði sem er eiginlega í engu samræmi við kaupmáttinn. Og ég hef þarna með sem hagvöxtur á mann sem bara fínn mælikvarði á það hvernig svona hagkerfinu gengur. Það getur verið þannig að það sé bara bullandi gangur í hagkerfinu og það svona ætti eitthvað að gerast. En ég minnst þetta graf sýna það að hækkun húsnæðisverð er í engu samræmi við það sem er að gera. Þetta er ekki vegna þess að framleiðslukostnaður er orðið meiri, þetta er ekki út af því að kaupgetan er orðið meiri. Þetta er bara stjórnlaus markaður sem er keyrður áfram af skorti og þar með okri og þess vegna spennist þetta svona upp. Við sjáum að þetta er eiginlega þarna upphafi 95, þá er Jóhanna að hætta sem félagsmálaráðherra og þið sjáið að húsnæðisverðið er að lækka og hittir þarna bæði kaupmáttinn og hagvöxtinn og síðan fyrir þetta eftir það þá er verkamannabústaðakerfið lagt niður stuttu fyrir aldamót. Síðan það sem þetta byrjar að brotna upp, að þá er íbúðalánasjóður raunverulega einkavæddur, þá koma bankarnir inn á húsnæðismarkaðinn og þetta bara fer úr böndunum. Þetta er vandamál sem búið að vera í 20 ár. Það þarf að koma bara böndum á íslenska húsnæðismarkaðinn. Það er svona 0,4%. Ég ætla ekki að hlaupa út og skjóta brakketur. Ég væri til að skjóta brakketur að veri 50% lakur. Já, eða raunverulegar aðgerðir væru byrjaðar og í gangi núna. Þá kannski myndum að fagna. Já. Herðu, láta þetta gott heita. Hérna eftir örskamma stund kemur Haraldur Gíslason og við ætlum að tala um leiksögu.